Nú ætlum við að kíkja aðeins á tölfræðina og við ætlum að skoða mismunandi myndrit og hvenær við notum þau. Hér erum við með talnagögn, tiltölulega einföld. Við byrjum á því að gera gildistöflu. Lægsta gildið er 0, hæsta gildið er 5. Við merkjum við 2, 1, 3, 0, 2, 1, 5, 2, 3 og 1. Svo teljum við. Þetta er einu sinni, þetta er þrisvar, þetta er tvisvar. Nei, þetta var villustali hjá mér. Þetta er þrisvar, þetta er tvisvar, 0 og einu sinni. Samtals er þetta 10 sinnum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Hér er prósentureikningurinn einfaldur því að þetta er alltaf deilt með 10. Þannig að þetta er 10%. Ég ætla ekki að skrifa útreikningin, ég gerir bara 1 deilt með 10, 3 deilt með 10. Þið passið að þó það sé 0 þá þarf ég samt að hafa það með. Nú hef ég nokkrar leiðir að velja til þess að teikna þetta. Ég gæti gert línurit. Ég myndi aldrei gera línurit með svona tölur. Línurit er eitthvað sem er að breytast. Ef þetta væru 10 mánuðir hjá sama einstaklingi, hann hefði farið fyrsta mánuðin 2 sinnum, svo 1 sinni, svo 3 sinnum, þá geti ég séð hvernig árið er að breytast. Línurit lítur nefnilega einhvern veginn svona út. Þá merki ég inn punktana og dreg strik á milli þeirra. Við ætlum ekki að nota línurit hérna. Ég ætla að nota súlurit. Þá ger ég aðra svona mynd og gögnin sem ég er með, þar að segja hvað er verið að spurja, tölurnar sem eru gefnar í safninu, tölurnar sem koma hérna fyrst, eru alltaf á x-ásnum, hérna niðri. Og ég skrifa bara og geta merkja þetta inn svo ég viti svona hvar ég ætla að gera þetta. 0, 1, 2, 3, 4 og 5. Og reyna að hafa jafnt bil á milli því að sjálfsögðu notið rúðurnar sem eru á blöðum í bókunum ykkar. Og hver er hæðsta prósentan? Hún er 30%. Allt í lagi að fara í næstu tölu fyrir ofan. Og hér þarf ég að skrifa, hvað er þetta? Þetta er fjöldi skipta og þetta eru prósentur. Og þetta gæti alveg verið hærra hérna og þetta gæti verið oftar, þá gerum við svona ör. Síðan finnum við 0, það er 10%, þá ger ég línu upp og súlurit er bara svona eitt pennastrik, gert með penna eða blýanti. 30%, 30%, 20%, 0 og 10%. Þetta er sem sagt súlurit. Þetta var línurit. Svo gæti ég gert í raun og veru stöplarit líka. Stöplarit lítur nákvæmlega eins út og þetta hérna að ákveðnu leyti. Þá ger ég aftur 0, 1, 2, 3, 4 og 5. 10, 20, 30, 40. Og ég á sjálfsögðu að merkja þetta. Nema núna ætla ég að gera svona kassa. En ég læt á ekki snertast.
Þetta heitir stöplarit. Ég ætla að sýna ykkur tvær gerðir í viðbót sem ég myndi ekki endilega nota í þessu tilfelli. Og það eru annars vegar stuðlarit. Stuðlarit notum við þegar við erum með samliggjandi gögn, sérstaklega við flokkum gögnin okkar. Þið getið kíkt á það í öðru vídeói. Þar sem við erum með tölur frá kannski 5 og upp í 10 sem þetta er frá 5 og upp í 10. Þetta er frá 5 og upp í 15 og þá safna ég saman allum tölunum í þessa hópa og þá notum við svo kallað stuðlarit. Síðan er til eitthvað sem heitir skífurit. Þá búum við til hring með miðpunkt og reiknum út hve mörg prósent þetta er og hve margar gráður það er af hringnum. Skoðum það líka í sérmyndbandi. Og þá skiptist þetta svona upp og þá sjáum við alltaf, og þetta er alltaf í prósentum. Því að svona skífurit getur aldrei verið annað. Þessi rit þurfið þið öll að geta teiknað. En þá er þessu lokið.